fór hér, en það sem að þetta var nokkuð, það var eiginlega engin reykur eða eldur í þessum húsum hér, þá fara þeir hérna megin til þess að einbeita sér á þessu hér og sérstaklega þá í upphafi út af þessum þrýstikút að við ætlum þá að reyna að verja hann. Þeir sögðu að þetta er mjög gott hólf, þetta kemur seinna sem að þetta hólf er gert, þetta herbergi eða rými, þetta næri eitthvað svona helmingin hérna inn svona og hvort það sé einhver möguleiki við náum að verja það. Við bætum svo alltaf við mannskapnum hér þar sem að við lendum í því að eldurinn fer í þetta hús hér, þannig að þá fer svona að komast hérna bætum við kringum Þorvald. Nú, við komum síðan yfirmenn sem að skipta bakváttum og Björn Björnsson er á bakváttinni en hann tekur hér með Sigurði og Jón Friðrik er hér svona með okkur í þessum hluta hér eftir að hann er svona í tengslum við flugvallabílinn sérstaklega og við bætum hérna við þannig að Þorvaldur er með alla hliðina hérna en svo þurfum við að fara að sitja þannig að því að Reykjavík er að fara inn hér en við settum að þeim að aldrei fara innar en þetta. Það eru strengjasteipubítar í þessu meðan hvað eldur var mikill þá fórum við að svo áhætta að þeir færi að hrynja niður sem á að gerðist eitthvað upp úr 11 þá verðum við varið við ofboðslegan hávaða og þá er sjálfsagt bítarnir hérna í fönn fóru þeir þá niður. Þannig að það var alveg skýr fyrirmæli að Reykjavík þeir mættu ekki fara lengri inn hér og reyna að halda eldinum hér frá. Og svo kemur Árni Ómar og tekur að sér hér að slökkva eldin hér í þakinu og ég sem varaslökkvistjóri og Brynjar erum hérna svona í baklínunni að reyna að skipuleggja það sem er þá að koma til okkar og hvernig við ætlum að nýta það skipti á mönnum. Þetta var orðið svakalega törn. Þannig að við hérna svona brutum við upp vettvanginn og stjórnun á honum. Þannig að það er náttúrulega þannig á svona brunast að það get ekki allir haft yfirsýn yfir allt. Þetta skipt honum niður og eins og til dæmis hér Árni Odds, hann var bara í þessu og hvernig okkur gengi hér á öðrum stöðum. Jú, þetta var hann upplýstur hlutina þannig að hann vissi að það sem hann væri að gera væri að skila árangri og að hinir þættirnir væri að spila með en að öðru leyti hafði hann ekki einhverja heildar yfirsýn. Þannig að við erum í raun og veru svona með þessar 4 hliðar hérna þar sem við leggjum áherslu á. Við erum með stóra mónitorinn hér og erum að reyna að kæla því sjáum við þetta hér og við sáum náttúrulega vel með þessu glasbúri sem er þarna, sáum vel þar inn hvað væri þar að gerast og þetta er stóri mónitorinn sem okkar og svo var hinum með hér. Svo höfum við svona spurt okkur sko hvað hérna og einhver var að hlæja býtu hvað var þessi að gera en það er náttúrulega þannig, ég minn og ert þarna og fullt af fólki og við erum náttúrulega að gera eitthvað. Þannig að hann tekur hér slöngu og sprautar hér svona á þakkantinn en í sjálfu sér skilar það ekki miklu. Nú hér þá Griffilsmegin í raun og veru lögðum við sko fyrst og fremst áherslu hér sjáum við körfubílinn, hann er alltaf að sprauta hér á milli Griffils og Hvítahússins með tungumálsbílnum sem sprautaði hér líka. Þannig að það er ekki fyrir á seinni stigum sem við förum hér til þess að reyna að slökkva eldin í Griffli. Og hér sjáum við þá þetta framhliðina þar sem að gluggarnir í rekstrarland eru farnir og eldurinn var búinn að komast hér aðeins í húsið. En svo víðismegin þá lögðum við settum þar þegar hérna brunarnir Árnessýslu að þeir komu og tóku að sér að fara þar inn og passa aðeins upp á þann hluta. Við vorum svona búin að vera að kíkja þangað, settum einn mann sem átti svona að passa upp á og láta okkur vita að það kemur reykur en höfðum náttúrulega alltaf áhyggjur af því að við myndum hreinlega missa hann, þannig að þegar brunarnir Árnessýslu koma þá koma þeir þarna. Nú aðeins varðandi vatnsöflunina. Hér sjáum við þá þessa uppstillingu svona einföldum dráttum, 300 skógahlíðin og körfubíllinn frá þeim hér og Tunguhólsbíllinn og hér er þá Hafnarfjarðarstöðin. Þetta færðist á Hafnarfjörður færðist, þeir færðu sig hingað þess að flugvallabíllinn kæmist betur að og þessi körfubíll var færður líka. En 510 frá Hafnarfirði, hann tengir á þennan bruna hana hér og dregur þessa lögn hérna og hann kallaði Stebbi og Stuppi og svonum. Hann var að græja hérna aðra bruna hana. Kem inn á þá eftir. Hvað er
Hvaða lengd þetta sem hann að draga þarna frá brunahöfnum? Já, það var góð spurning. Hann með sko, það eru rétt 100 metrar fjaradóma á honum og ég held að hún hafi náð eitthvað hingað. En hvað ætli þetta sé stór hús? Ég ekki alveg nákvæmlega með. Áttum ekki alveg á því. Ég held að þessi 100 metrar hafi klárast lengstar hérna og þá þurfti að fara að leggja semst á móton. En síðan þróast þetta út í það að við erum búin að tengja þarna á fleiri hana. Það búið að einfalda strúktúrin hér, þar sem að þessi gaf það vel. Það búið að sækja vatn fyrir þessi tvo hér upp í Skeifu og það búið að tengja á hanana sem koma hérna stóra lögg sem hér. Inn á dælur, þetta þá brunandi Suðurnesja, þetta brunandi Árnessýslu, þetta flugvallabílinn. Aðeins umræðu og fengum hérna varðandi flugvallabílinn, hann sprautaði og svo stoppaði og menn voru þá að spyrja býttu vantar eitthvað meira vatn, en það var ekki vandamálið, það var rauninni nóg vatn inn á hann, eða þar að segja, það því sem hann gat tekið við. Af því að inntakið á bílnum var þannig, þetta flugvallaslökkubíl byggist aðeins öðruvísi upp, en það samt eitthvað sem við höfum síðan rætt við þá. Þannig að við það var takmarkað vatn sem bílinn getur tekið inn á sig á svona stuttum tíma. Þannig að vatnið var nægt inn á hann, en flæðið inn í tankinn og þegar þú setur bílinn á stað, þá verður tankurinn að vera fullur, en þetta svo svaðaleg dæla að til þess að bara hann hafi eitthvað til þess að sprauta. Þannig að við þurftum af og til að stoppa og láta tankinn fyllast alveg upp í topp aftur. Hafði í sjálfu sér ekki, hann sló vel niður hér og náði að hjálpa okkur við að verja þetta hér og síðan að slá niður eldinn sem var í tjörupappanum á þakinu. En þarna erum við komið með sem sagt í raun og veru allar slöngur, þessar fjagratómur sem svona fæðislagnirnar frá brunahöfnum að bílum. Við erum komnið með gáminn okkar sem með svona slöngum og dælurnar 2 á honum. Það bara sérstakur gámur sem kemur á staðinn, menn opna hleran aftan og draga út það sem þeir þurfa. Og búin að leggja þetta 1, 2, 3, 4, 5 hana. Tókum hér, hættum bara að nota þennan hérna hjá Everest og Epal þar sem að það var svo lítið sem að hann gaf. Þurftu þið ekki að gera neina ráðstafanir með vatnsveitu? Við höfðum samband við Orkuveituna, en ég held, þeir fylgdust bara með, en þeir þurftu ekki að gera neina ráðstafanir. Og við áttum fund með þeim í kjölfarið, þar sem þeir létu okkur hafa þetta, og þetta sem sagt úr mælikerfinu þeirra, aðalæðin í Selás, og rauðalínan sýnir hér að vatnsnotkun, fyrst hérna, svona venjuleg, og svo venjulega fer hún svona niður hér og fer svo að fara upp aftur 6-7 morguninn. Og þeir tóku þá og sögðu, heyrðu, ok, með við þessa venjulegu línu, þá þetta Skeifubruninn hér og mesta notkun eitthvað klukkan 11 og það 150 lítrar á sekúndu sem við erum að taka út úr kerfinu við venjuleg notkun hafi verið í gangi líka. Og að mestu hægt að nota vatn rétt hérna 3 leytir. En í sjálfu sér lendum við ekki, við erum auðvitað eins og þarna, það byrjaði enginn að reyna að sprauta bara með vatni á tanknum á bílnum. Eins og við reynum oftast, ég meina við förum í eld í húsi, að fara menn í að draga út slöngur og byrja að sprauta og bílstjórinn og þeir sem koma til þess að aðstoða hann fara í að draga slöngur og setja vatn á brunahana. Þannig að það komi vatn áður en að tankurinn búinn, þessir 2500 lítrar sem við erum á tanknum. En þarna 2500 lítrar höfðu ekkert að segja, þannig að menn bara fara í slöngulagnir eins og Hafnarfjarðarbíllinn, hann fer bara strax í þetta, fær þær ordur frá Þorvaldi og að tryggja sér vatn áður en hann fer að gera nokkuð. Hvar notuðu þið fróðuna? Flugvallabíllinn kemur og stillir sér hér og sprautar hérna yfir til þess að slá niður á þakinu og hann sprautar líka þá hér til þess að reyna að verja þennan kálu þarna með þrýstigútnum. Sjáum það hérna að hér hann sem sagt kominn
og þessi ægilegi mónitor sem hann með hér og nær að sprauta yfir og slægir alveg niður hérna töluvert eldinn. Sjáum við fróðuna sem er að leka hér, þetta voru einhverjum 700 lítrar sem hann var með. Hafnarfjarðarbíllinn komið hingað til þess að forða honum hér úr reyknum. Við sjáum að fólki aðeins komið í burtu, þannig að hér greinilega komið strúktúr á það. Hér stillum við upp gámabílnum okkar og við sækjum 2 gáma, annar reykköfunargámurinn og, það var 1 gámur, það reykköfunargámurinn. Svo kom strætisvagnin okkar, þannig að hann var svona fyrir mannskapinn, menn komið þá og skiptum kút og gáttu farið inn í strætóinn til þess að fá sér hressingu. En svo fengum við einni stjórnstöðabílinn frá Landsbjörgu og ætluðum þá að fara að stilla upp í honum. Og ég segi ætluðum vegna þess að við nýttum hann síðan ekki á þann máta, en við vorum samt alltaf í kontakt við þá og lögregluna sem voru þar. Við óskum eftir aðstoð frá Við óskum eftir stjórnstöðabílnum, slökkviliði, en lögreglan óskar síðan eftir því að fá mannskap til þess að hjálpa sig við lokanir. Nú ég náði að tróða einni mynd af mér, þannig að sagðist ég hef verið þarna. Orðinn sveittur, búinn að taka mig hjálminn, kominn hann eitthvað út í kant og að tala við hann Jónas hjá björgunarsveitunum og við svona að stilla saman strengi, hann aðeins að spyrja mig út í hann, segir við komnir hérna til að hjálpa lögreglunni að loka eða eitthvað sem getum hjálpað ykkur með og svo framvegis. En það sem svona alltaf hættulegt til að fyrir upptalningar, maður gleymir einhverjum, þannig ef það einhver hérna ég get bætt ykkur við. En það auðvitað slökkvilið og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, auðvitað fyrstu viðbragðsaðilarnir. Það má reynur að segja að vísu, fyrstur þarna Securitas, þeir fara auðvitað út í viðvörunarkerfi fyrir gang hjá þeim og þeir ganga í raun og mun lengra þar sem að þeir sjá strax að þetta mikið og þetta höfuðstöðvarnar þarna við hliðina, þannig að það voru töluverður mannskapur frá þeim í upphafi að reyna að hjálpa lögreglunni við lokanir og þeir taka mjög fljótt og leggja allavega 2 bílum þannig að þeir loka þannig að við eigum svona auðveldara með að komast að og þeir voru allan tíman þarna töluverður mannskapur frá þeim. Nú svo byggðum við hann slökkviliðið á Reykjavíkurflugvelli og fengum þar þennan ægilega bíl sem kemur nú í grunninn frá Keflavíkurflugvelli, amerískur. Síðan byggðum við stjórnstöðabílinn og lögreglan björgunarsveitir, mér skilst að vera 100 manns frá þeim. Við fáum mjög fljótt við sjúkrabíla, 2 frá Selfossi, af því það auðvitað þannig, við erum að fást við þennan stóreld, en sjúkraflutningarnir í bænum borginni og bæjanum í kring hætti ekki, þannig að við fengum 2 bíla frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og biðjum síðan aðstoð frá Árnessýslu og Brunnhóttnum Suðurnesja, vorum að spá í en okkur fannst við svona vera komnir með það hvort við ættum að reyna að fá eitt tím í viðbót, þannig að þetta snýst svolítið af því að við ættum að brjóta okkur svona upp, þetta voru margir staðir sem við þurftum að fást við og síðan fórum við þá líka að hafa svona ef eitthvað klikkar, ef við þurfum að skipta út mannskap, ef einhver bíllinn, þegar bílarnir eru búin að rúlla lengi í dælingu og þetta allt orðið sjóðandi heitt og svona, við værum þá tilbúin til að skipta, en það sem að sérstaklega bíllinn frá Brunnhóttnum Árnessýslu lenti í því að vera þarna víðismegin, þar sem að var í raun og ekki mikið að vera, þá hefðum við getað tekið þá og fært þá. Veit ekki alveg, þið nú hérna, voru þeir þokkalega sáttir eða? Alsælir. Það er nefnilega þannig maður stundum það er alltaf að segja, já í slökkvilinn, það er nú best að sé sem minnst að gera þetta ekki. Og auðvitað svarar maður alltaf, jú. En svo það auðvitað þannig að þegar eitthvað kemur upp á þá veit maður alltaf ekki missa af því, maður er ekki í þessu starfi til þess. Og svo þegar það kemur og menn koma og beðum aðstóð utanfrá og menn er að koma síðan á eldstæðin hennar ægilega eld og vera settir í einhverja maturverslun sem er ekki eins og reykur inni. Þetta er svona, veit það ekki, en allavega hjálpaði það okkur mikið, við vorum þá traustari og vorum við hefðum alltaf að senda eitthvað af vínberunum sem við fengum frá Víði og eftir, veistu fyrir. En það var náttúrulega mikill styrkur í því að fá og mjög snögga aðstoð annars þar frá. Vorum í sambandi við Orkuveituna, varðandi vatnsöflunina og varðandi rafmagnið á svæðinu slá út rafmagninu
Reykjavíkurborg var þarna út af holræsakerfinu, heilbrigðiseftirlitið, hringrás. Við erum komnir með samning við þá, þeir eru alltaf komið með krabbann eftir að við fórum að nota krabba svona mikið og alveg snilldartæki. Holræsabílar, þess að við vorum náttúrulega lent í því, menn það voru öll holræsa stíplast, það var allt á floti og þeir voru að sjúga upp úr að reyna að losa stíplurnar og það voru gerðar svona ákveðna breytingar til þess að reyna að auka flæðið niður í fráveitukerfið og svo má ekki gleyma Grétari drónaeiganda sem var náttúrulega kom sér mjög vel bæði þarna á staðunum að maður geti, hann flaug bara með mann, hann stóð þarna og horfði á símann hans og konan beið í bílnum á meðan og síðan náttúrulega líka eftir á, þetta náttúrulega þvílík snilld að geta farið yfir og séð allt þetta og velt upp spurningum í kringum þetta út frá svona góðum myndum. Og mér skilst að þarna við fengum myndir frá öðrum dróna sem að, og ég held að einhver var að tala þeir hefðu verið 3 þarna á tímabili, fljúgandi yfir. Og hér sjáum við svona aðeins mynd af því sem þarna erum að vera. Maður talar alltaf svolítið mikið tæki. Við fengum flugvallabílinn með stóru byssuna, við settum körfubíluna hér og þar. En auðvitað þessi tæki ekki nokkuð skapaður hlutur ef að mannskapurinn var ekki vel þjálfaður og góður. Og þarna sjáum við svona aðeins, þarna þessi sýki frá Brönnum Suðurnessi hér og bíllinn sem kom frá þeim annar, kom með 2. Hér erum við að bardúsa við stóra mónitorinn okkar sem þarf 2 slöngur inn og það hreyfir þetta ekki nokkuð maður nema svona aðeins að reyna og maður getur snúið þessu hér, þeir eru eitthvað að bardúsa við það. Og hér eru menn svona í lokin, ég held að þessi séu frá Brunandum Árnessýslu að bardúsa við, krabbinn kominn hér og er að krabba og það sem hann krabbar út eru menn að sprauta á til þess að slökkva í því. Hér er flugvallabíllinn eftir við færðum hann á Griffilsmegin til þess að fá hann til þess að sprauta þar aðeins inn með stóra mónitornum. Og síðan björgunarsveita fólkið og allt sem að var, þetta hérna komið undir morgun sem þetta er. Þannig að þetta töluvert mikið umfang og byggir náttúrulega upp á að hver sinni sínu. Mér finnst alltaf góð, kannski sagt hana áður, en þegar það kviknaði í Höfða, munið til því. Og við vorum að bardúsa þar og mikið hérna gert og lentum í vandræðum hann í þakinu, það var svona steinaplötur ofan á og þetta var upp í þakgríminu og það kemur hérna fólk frá listasafni Reykjavíkur og einhverju umsjónarmenn hússins og það eru sko ómetanleg málverk og húsgögn það inni. Ljósakrónan sem er á öllum myndum með Gorbatsjov og Reagan inn í húsinu sko. Þannig að við erum svona taka og það koma svo mikið af fólki. Það er ennþá ekki komið reykur niður í sjálft húsi, það er ennþá í þakgríminu. Þannig að það tekin ákvörðun heyrðu, við skulum taka hérna öll málverkin og þetta verðmæta af efri hæðinni og út. Og við köllum á sendibíla og þetta er bara allt sett í gang, 1, 2 og 4. Og þetta gekk svo fljótt fyrir sig að það var nú myndir af borgarstjórunum og sviðstjórum og hinum og þessu sem hlupu þetta inn og við höfum svona spurðið hvort þau hefum verið öryggi með þetta en allir sem fóru á efri hæðina þeir áttu að vera með hjálm og undir stjórn en hinni fóru á neðri hæðina þannig að húsið var bara tæmt á no time. Allt í einu sá maður, ég var að kíkja þá kom svona hópur af mönnum, ég sá ekki þegar hún komið bara svona hlið við hlið og þá var það flygillinn. Hann bara kom, 1, 2 og 4, ég sagði þetta er fólki sem ég fæ til þess að flytja með mér sko, ég þarf að flytja þetta bara og út í bíl og það var meiri sem búið að skrúfa hættunar af flyglinum. Það var hérna sjúkraflutningamaður með leðimanni sem það dróð hann upp og þetta var allt bara út, no time. Það kom hann að kona frá listasafninu og sagði er þið með hanska, hvíta hanska? Hann kom slökkviliðsmaður með, þú veist, hann var að vísu búinn að taka þessi skítugu hanskana, þeir hingu hérna með 2 málverk sem örugglega hafa komið í sko stálkössum einhverjum, þú veist, með lás og opnað og svo með tekið með hvítum hönskum og hengt þetta upp sko. Hvað vil ég fá þetta? Er það ekki með hvíta hanska? Þannig að það er svona, þú veist, þessi sjónarhorn. En ástæðan fyrir sögunni, að þarna var einn sem var upp á þaki og hann var búinn að vera að brjóta steinaplöturnar og vera að velta því fyrir sig þegar hann var að reyna að komast inn og opna þakið. Hvort það væri þetta að fá ennþá svona steinaplötur. En, aðja, það verður að opna þetta, reyna að bjarga húsinu. Síðan þegar hann er búinn í vinnunni, þá fer hann sko inn á loftið, fer ekki niður stígan, heldur inn og í gegnum húsið og kom út að framan. Og svo var hann eitthvað fyrir utan að spjalla og svo sann, já ég skil ekki hvað er svona merkilegt þetta hús.
Það ekkert inn í þessu, galtómt. Þá hafði hann náttúrulega bara verið. Hann var bara einbeita sér að því, það segir hvað hann góður, hann var bara einbeita sér að því að gera það sem hann átti að gera. Hann var ekkert að spá í hvað aðrir var að gera. Ég hérna að gera þetta. Það bara ekkert í þessu húsi. Hvað svona merkilegt við þetta? Þá var það allt einhvers staðar í einhverjum bílakjallara. Slökkvilið Sandgerðis stóð á þessum var ekki. Þeir eru hann í Víði, sjá ég. Og þetta náttúrulega, Víðir sem sagt, þegar Víðir flytur hérna, ég veit nú ekki hvaða ár það er. Eitthvað sem maður veit? Komst þú ekki að því, Gunni, þegar að þeir taka sem sagt og laga eldvarnarvegginn og laga þakið. Þannig að þeir eyða töluverðum pening í að bæta brunavarnar í húsinu og eigandi sagðist að blóta því mikið að eyða öllum þessu peningi í þessa vitleysu. En hann var aldrei glaður vegna þess að það hefði náttúrulega verið þannig að jújú, hann kom og vínberinn sem kom til okkar hann í marga daga og eftir og svona þakkaði okkur kærlega fyrir og jújú, þetta viljum við svona eigna okkur eitthvað að því að hann var bjargað hans hluta þess að við vorum að sprauta hann inn og reyna að svona efla vegginn eða það sé að hjálpa honum en við höfum aldrei, ef veggurinn hefði ekki verið í lagi það er grunnurinn fyrir okkur, eldvarnirnar. En þarna sjáum við svona þegar þetta er undir morgunin þarna hvernig þetta lítur út. Við sjáum að við erum komnir hér, við erum búin að rífa hér á þakinu og við ætlum að slökkva eldinn hér. Hann semst fer ekki inn og upp, heldur kemur hann hér utanfrá. Þannig að við sjáum það hérna, þurfum að slökkva eldinn á hæðunum hérna og síðan að bardúsa í þakinu. Og þannig að sjáum við náttúrulega meina reykræstingin vanta ekki, hún opnaðist hér alveg á fullt og fór niður. Við sjáum held ég ekki, ég held að vera bitinn hér einhvers staðar sem fór niður þarna eitthvað, það er í skýrslunni 23 eitthvað að þá hafi menn orðið var við það að það hafi bitið hrunnið. Já, þarna sérðu körfubílinn, hann er hér að framan en hann er náttúrulega, hann nær að teygja sig hér ansi langt yfir en var bara í þessu þá að reyna að styrkja þessa sem voru þarna í að slökkva í þakinu. Hvernig var, er það milli þessara háhúsa? Já. Var hægt að aka þar á milli eða var bara aðgengi þar á milli? Nei, það er sko, það er millibygging hérna sem nær út en sem var ekki sko inn í húsin, heldur þú fórst þar inn og áfram inn í þessar lágubyggingar. Þannig að það var, við komumst ekki meitt farin eitt inn í þar skotið sko. Og þannig erum við bara, við vorum náttúrulega, sem sagt, það er svona hvað maður að segja, útkallið kemur 16 mínútur yfir 8, það er svona miðnætti, hálf 12 sem að við erum svona, herðu, ok, við erum að ná þessu þannig að, jú, þessar einingar sem eldurinn var í, við sem, þær voru farnar, en að við höfðum ekki lengur áhyggjur af Víði og við værum svona, Hvítahúsi vorum við nokkuð öryggi með, en auðvitað þegar við komið hann í þakja á þessu rauða fór maður svona að hafa áhyggjur af hvernig það myndi þróast, en af ótrúlegri þrautsegjum, þetta er alveg galið að vissu leyti sko hvað okkur tókst í þessu rauða hér. Menn fóru þar bara inn og létu vaða. Auðvitað er það, þú veist, í svona slökkvistarfi erum við að reyna að nota sem minnst vatn til þess að minnka líkur á vatnsskaða, minnka líkur á að setja að fá gufu á móti og eitthvað svoleiðis. Þarna var náttúrulega bara það að ræða, bara annarkot slökkum við þetta, þótt að leki eitthvað vatn niður á milli hæða, það verður bara að hafa það. Og ekki síst þeir sem voru líka hérna fóru inn í þessa byggingu sem voru hérna á milli og voru þar og sprauta inn til að slá eldinn, halda aftur af honum þannig að hann kæmist sem minnst hér nálægt þessum húsum hérna. Hvernig fór með kútinn og það í? Já, það fór bara nokkuð vel, þú sérði inn í það hérna og það er bara, sem sagt, það kom eitthvað reykur inn í það en það bjargaðist, eða sem sagt, fór aldrei eldur inn í hann. Og að vissu leyti, já, merkilegt, en þar er það líka þetta er sem að byggir seinna og eins og hann sagði strax við okkur, þarna semst var vel hugað að eldvöldum. Men ef það hefði verið einhver götu eða hefði verið eitthvað þannig þá hefum aldrei náð þessu með allan hennar eld hérna hér megin. Þannig að, já, svona endar þetta
sjáum að bitarnir, það er að vísu sko hluti af þeim þeir hrundu hér, en við tókum bitarnir sem voru hér við endan svo við getum fara hérna aðeins inn fyrir. Við náttúrulega fórum aldrei undir bita. Þannig að sjáum við þessa millibyggingu og menn fóru hér inn en átt aldrei að fara lengra heldur en hingað. Ekki undir sem sagt þá byggingu þar sem að væru þessi streikjastrykkbitar. Hér sjáum við víði, sjáum hvernig það er, hérna stilling, það fór reykur inn hjá þeim, en ekki sem sagt, fór aldrei það mikið að aldrei færi í það. En víðir opnaði bara 20 dögum seinna eða eitthvað. Í öllu þessu barningi þá fenguður leyfi til að koma með hérna pípara og rafvirkja og það fór einn maður frá okkur með þeim inn vegna þess að þeir voru með kæligræjur sem að